Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við höfum verið að ræða Breiðholti hérna í nokkru þáttum undanfarið, talað við fólk sem horfir á það frá ýmsum bæjardrum. Tilefnið náttúrulega að Breiðholtið sérstakt hverfi, þar eru mesta félagslega húsnæði af öllum hverfum Reykjavíkurborgar og höfuðborgarsvæðis. Það líka hæst hlutfall innflytjenda af öllum hverfum, þannig að það svona samfélagslegu breytingar sem hafa gengið í gegnum Breiðholtið á undanförnum árum og jafnvel áratugum eru aðrar og kannski örari heldur en víðast hvar annars þar. Og mikið af umræðinu hefur svolítið snúist menntun barnanna. Hvers konar menntun fá krakkar í hverfi þar sem að kannski mikill meiri hluti kemur að heimilum þar sem ekki töluð íslenska, en kannski kerfið okkar gerir ráð fyrir því að nemendur fái aðstoð heimafrá og flest af kennslunum okkar fer fram á íslensku. Og hingað komin Helgi Gíslason sem skólastjóri í Fellaskóla. Er það rosalegt að vera skólastjóri í Fellaskóla? Er það svona er það annars konar staða heldur en að vera skólastjóri í Álftamýrarskóla eða Melaskóla eftir enn inngang sem ég var að fara með að Breiðholtið væri sérstakt? Já, allir öll hverfi sé nú ekki sérstök á einhvern hátt, en ég hef ekki verið skólastjóri í öðrum skóla, svo ég get eiginlega bara ekkert það sagt, en það er bara mjög gaman að vera skólastjóri í Fellaskóla, áhugavert og skemmtilegt starf. En þetta er öðruvísi hverfi heldur en flest önnur? Já, það er það. Þannig að þú ert að glíma við svona annan vanda heldur en aðrir og þitt fólk. Svona í grunninn erum við þetta bara að glíma við það sama allir aðrir. Við erum með börn sem okkur eru trúa fyrir, nemendur, og erum að reyna að kenna þeim og skipuleggja skólastarf. Okkur gert að fylgja námskrá og koma þessu fólki til manns svona eins og hægt er. Og það er okkar hlutverk svona eins og í bara hverjum öðrum grunnskóla. Ég ræddi við hann Eðvarð sem kennari, sem ekki að kenna núna, en býr í Breiðholti og skrifaði grein sem vakti töluverða athygli, Breiðholt brennur, heldur nú að heita. Og hann var að lýsa svona aðstæðum sem að kennara voru og ég held að hann hafi verið að lýsa svona tíma þar sem var að kenna eðlisfræði og hann vissi að sumir í bekknum bara skildi ekki það sem hann var að segja. Og hann bara var að setja sig við það og hann hafði ekki námsgögn sem hentuðu hans hópi og var að reyna að búa það til sjálfur að einhver erlendi fyrirmynd sem kom með. Þannig hann lýsti þessu svona að kennari væri í raunverulega vanbúinn til þess að mæta krökkunum og þar lendi fengið þau ekki þjónustu sem það ættu skilið. Já, sko veruleiki kennarans auðvitað svona almennt séð eru auðvitað sá að það er ekki alltaf til námsefni svona aðgengilegt þar sem hann er að kenna. Ég held að það sé nú svona eitthvað sem að allir kennarar í öllum skólum séu að glíma við dagsdaglega. En auðvitað er það þannig að þú ert í skóla þar sem að eru nemendur sem eru nýflutti til landsins og skilja málið ekki vel, að þá þetta skapar það svona aukin vanda fyrir kennaran og hann þarf kannski að finna fleiri en eina leið á námsefninu og ég hygg að það sé nú þannig í mörgum kennstofum að það sé ekki allir sem ná því nákvæmlega sem kennarinn segir. En að sjálfsögðu er það vandi. Það munur á því að skilja ekki eðlisfræðina eða skilja ekki tungumálið sem er verið að reyna að kenna með eðlisfræðina á. Það er nú eiginlega það sem ég ætlaði að segja. Það er vandi, það er alveg sama hvar út með innflytjanda að sá sem að kemur í nýjan skóla og hann skilur ekki tungumálið, það skapar vandamál. Og þá er það okkar hlutverk að kenna nemendum íslensku og það er þannig að þú ert að kenna, tökum dæmi bara 9. bekk og þú ert með nemenda sem er nýkomin til landsins eða hefur búið á landinu í 1 eða 2 ár, hann hefur ekki sama orðaforða og sá sem er alin upp í íslensku málumhverfi frá blautu barnsbeini. Það bara er eðlilegt og en skapar eins og eðlilegt er
kennarinn á ákveðum vandamál, hvernig á hann að nálgast það að kenna þessum nemenda öll fög. Og jável þó að við reynum að veita nemendum mikla hjálp til þess að læra íslensku, þá þetta gerist það ekki, þetta er ekki bara þannig að þú opnir heilakveili og svo bara hellur í og svo lokar og svo er þetta bara komið. Þetta tekur auðvitað tíma. En aðra greina fara fram á íslensku? Við kennum... Og eru kendar af, ég held að það hafa orðað þannig að það veri svona hugmynd, það hefði allir komið hugmyndunum að allir kennarar væri íslensku kennarar, en hann svona lýsti eitthvað þannig, hann getur ekki borið það, sko, fyrir þess að það líka að kenna eðlisfræðilega. Já. Ég segi það í mínu skóla, að í grunninn þá eru allir kennari íslensku kennarar. Það er viðfangsefni okkar númer 1. Það gerir kannski ekki síst fyrstilega við bráttum okkur á því að nemendahópurinn er fjölbreytilegur og að allir átti sig á því að það þarf að fara fjölbreytta leiðir að viðfangsefninu. Líka fyrir að kennarar og við sjálf áttum okkur á því að ef að nemendi hefur ekki fullt vald á tungumálinu, þá gætum við þurft að kenna einhver orði í íslensku til þess að styðja við þannig að hann getur svo skilið námsefnið. Og það getur, þú kennir hugtak í einhverju grein í stærðfræði og það getur þýtt að þú verður að kenna úr þeim hluta tungumálsins sem að svona styðu við allar greinar líka. Og það er bara eðlilegt hlutverk okkar sem kennar og ég hugsa að það sé nú í okkar breytilega heimi, mann dettur nú bara í hug sko þegar maður var yngri og þá ólst maður upp fyrir það og hefur það ekki verið alla tíð síðan að vera agnóst út í breytingar á íslenskunni og alltaf hafa menn staðið frammi fyrir því að þurfa að útskýra orð og hugtök, en auðvitað er verkefni kannski miklu starra heldur en það hefur verið með öllum þessum nýju samfélagslegu breytingum sem við erum að fást við. Já, ef ég reyna að endur segja svona það sem Eðvarð var að lýsa, þá var það, hann er inn í stofu, það sem eru kannski 24-26 nemendur. Þar að veru kannski 5 sem hafa íslensku sem mál sem er talað á heimilinu. Og hann á að kenna eðlisfræði, en svo á hann líka að vera íslensku kennari. Og þegar þetta er sagt við maður, þá var náttúrulega áttum að segja því að til þess að sko kennslustundi geti gengið áfram, þá vantar kannski bara 2 kennara þarna inn í tímann sko. Já, við höfum gjarnan og erum að reyna að bregðast í því í Fellaskóla allavega og með stuðningi borgarinnar að við þurfum fleiri kennara svona hlutfallslega heldur en gengur og gerist og vinnum markvisst að því að minnka námshópa eða hafa möguleika á því að vera með fleiri en eitt kennara þegar eru stærri hópar og svo framvegis og höfum gert það í allnokkur ár í svona leikilgreinum á yngra stigi og erum síðan að vinna markvisst að því að geta gert það líka á eldra stigi. Þannig að til þess að styðja við þetta er auðvitað bara flókið verkefni en það er margt sem hefur verið gert en við stöndum frammi fyrir ýmsum vanda, okkur vandar námsefni og kannski líka bara þekkingu sem að þetta er að breytast mjög mikið á fáum árum að innflytjendum hefur fjölgað, það er ekkit nýtt að þessu innflytjendur í Íslandi en þeim auðvitað hefur fjölgað mikið undanförnum árum og ég heyri það á starffélögum mínum öðrum skólastjórum að þeir eru í vaxandi mæli að fást við þetta viðfangsefni að fá inn fleiri nýja Íslendinga inn í skólinu hjá sér. Eru kannski svipaðri stöð og þið voru fyrir einhverjum árum síðan? Já, hugsanlega. Það finnst mér líklegt. Og svona læra því að ástandið sem eitt sem að ég sem hefur verið bent á að það fælist í því svona munur á því að ef að það er þannig á skólalóðinni að það sé hlutfallslega fáir sem að tala íslensku. Það sé annars konar skólalóð fyrir þann sem er að læra íslensku heldur en var kannski fyrir 20 árum eða eitthvað slis að þú fórst inn í íslenskt umhverfi og þá var meiri hvati til þess að læra það og að það sé viðbúnaður ykkar til þess að kenna krökkunum íslensku getur verið kannski einhver allt annar heldur en væri ef það væri þannig að það væri sko megin þorrin á skólalóðinu sem að töluðu íslensku. Já.
Og það er alveg rétt og það er kannski ekki síst í ljósi þessar sem við segjum allir eru íslensku kennarar, allt okkur starfsfólk þarf að taka þátt í því að styðja við málumhverfi þannig að það sé sem mest á íslensku. Og þá komum við kannski að því sem að skiptir líka máli í þessu samhengi, það er að sko ég lít svo á að þetta er samfélagslega verkefni og við höfum kannski brugðist þar einhver leiti sem samfélag, við flytjum inn fólk sem að heldur uppi okkar lífskjörum, við gerum ekki nægilega mikla kröfur til þess að allir læri íslensku og erum kannski ekki að styðja heldur við fullorðna fólki með sama hætti eins og væri nú nauðsynlegt. Við höfum svolítið fjallað hérna við Rauðaborðið og talað við innflytjendur og þau eru öll á sama máli það að íslensku kennsla gagnvart fullorðnu fólki er mjög veik og nær mjög skamt, er á óheppilum tíma og þú kannast við allt saman. Já. En fyrst og fremst það náir mjög skamt að þú kannski getur lært svona í málaskólum hér og þar verða valla slarkfær en síðan hérna færðu þarf til að fara í háskólan fyrir Íslendinga fyrir útlendinga til þess að geta lært að sko tjá tilfinninga þinnar eða vera virkur sko samfélagsþegn. Því að við höfum raunverulega ekki þann stuðning hvert þeir sem koma fullorðinsárum. Nei og þetta er sko þetta liggur nær í hjarta mínu sko við jafnvel þó fólk sko en ég held að mjög margir komi til Íslands og þeir læri enga íslensku. Ég held að ég þekki bara ofmörg dæmi það, svo kemur á vinnustað og á vinnustöðunum eru hugsanlega einhverjir aðrir sem að tala sama tungumál og viðkomandi, þannig að viðkomandi getur haldið áfram að tala sitt móðumál eða eins og er nú raunin oftar líka að við sem tökum á mótunum við hérna förum að tala við ensku og enska er heldur eins og við bara þekkjum öll að verða ansi stórt tungumál á Íslandi. Í stað þess að innflytjendur segja yfirleitt með mig að þeir myndu kjósa að íslenskan væri þetta millimál þegar Pólverji er að tala við Spánverja eða Íslending að við myndu frekar tala við íslenskuna heldur en enskuna. Það er frekar Íslendingarnir sem halda einhvern veginn að enskan sé náttúrulega millimál. Já, og ég held þessi okkur við verðum að taka ábyrgð á því algjörlega og þetta gildi líka nemendur að jafnvel íslenskir nemendur sem að ég bara þekki dæmum og fara á starffólki sem á börn í öðrum skólum og tala að þar er enskan líka að skjóta rótum. Það er ekki bara hjá okkur í Fellaskóla. En ég held sko ef að sá sem kemur til landsins hann fær einhvern stuðning til þess að læra íslensku og getur svona byggt á því í samtölum svo áfram inn í þar sem hann vinnur, þá erum við allavega búin að breyta því að hann veit eitthvað tungumáli. Og við höfum reynslega þessi Fellaskóla, við höfum erlent starfsfólk sem að talaði enga íslensku eða skildi litla íslensku þegar kom til okkar og svo hefur borgin verið að bjóða núna upp á nám innan skólans sem að koma að kenna tvisvar í viku og er að kenna starfsfólkinu og það gjör breytir stöðunni. Allt í einu þá getum við átt samskipti á íslensku og smá saman auðvitað verður það til þess að þú lærir tungumála með því að nota það og læra það ekki öðruvísi. Já. Þannig það er ákvörðunum að raunverulega að vinna í því að gera íslenskuna að tungumáli milli starfsfólksins, að fara fram hjá enskunni. Já. Og það þarf svona til ákvörðun að gera það og það þarf að vera svona einbeiting í hópnum, rataðangað. Já, og það þarf að vera, sko, þetta þarf að vera ákvörðun samfélagsins. Sko, það er barn sem er hjá okkur 6 tíma á dag og við erum að kenna það íslensku og svo skulum við segja ef svo fer barnið á einhverja íþróttaæfingu og þá er kannski töluð enska við það. Það er engin aðstoð í því. Við þurfum að vera saman í þessu. Foreldrarnir, við, börnin og aðra stofnarnir í samfélaginu. Það verður allir að taka þátt. Og þá er það kannski svona meðvitun það hvaðin til að tala íslensku sé veikur. Ég var að tala við þær menningarsendiherrana, Maríu Sastri og Mörtu Viesorek í gær. Og þá vorum við að leika okkur á svona dæmum að ég var í byggingaverkamaður og var að vinna við að byggja Landspítalann og þar eru flesti starfsfélagir mínir pólverjar og ég er pólskur og ég fer heim upp í Breiðholt og tala við mína pólsku konu og pólsku völd, pólsku. Svo kem ég kannski við í einhverju búð og ég slepp nú alveg að vera svona slarkfær, svona túristafær til þess að kaupi matinn í súpermarkaði, ég þarf ekki að gera það. Þannig ég get alveg komist í gennum daginn og svo fara börnum mín út að leika og þau hitta
líka pólsbörn eða talaði ensku. Þannig að hvatinn í þessari fjölskyldu eða áreitnin af íslenskunni ekkert svo mikill og svo kveikjum við á sjónvarpinu og þar allt meira og minna á ensku. Já, jafnvel fólk getur hugsanlega verið með gervihnatadisk og sótt bara sitt efni. Já. Þannig ég gæti alveg lifað því að það sem ég vinn ekki tölu íslenska. Já, þetta áreiðanlega raunveruleiki fyrir mörgum og þarna skiptir þess svo miklu máli að það sé ekki bara við í skólanu sem eru svo að kenna barninu heldur að þetta sé svona samfélagi sem að svona breyti afstöðu sinu og þetta yfirvöld bara þurfa að setja, það þarf ekki bara að setja auki fyrir skólana, það þarf í raun og veru að styðja við allt kerfið. Við þekkjum það þetta bara í skólanum, við viljum hafa samskipti við foreldra, við viljum vinna með foreldrum, við viljum að foreldra geti stutt við nám barna sinna og svo framvegis og þar eru þetta eins og í öllum öðrum samskiptum tungumál lykilatriði og leggur, mér bara segja þetta, leggur ríkar kröfur á herðar okkar að við gerum þetta. Svo kannski án þess að ég geti nú þekkt, ég ekki innflytjandi og veit ekki það, en kannski kemur fólk hér fyrst og ekki viss að ætla að vera og svo framvegis, en sjálfsagt fyrir þann sem hann sest hér að og ætlar að vera hér. Þar hlýtur að vera hvati til þess að læra tungumáli að minnsta kosti. Já, við þekkjum bara dæmi að það Íslendingar sem hafa farið og búið í Danmörku og ekki orðið góðir í dönsku. Já, ég þekki slíkt dæmi sem að... Og eiginlega í nútímanum meira, því að þú kannast við að kannski ekki í gamla dag, en fyrir kannski svona 30-40 árum að þá fór fólk til Frakklands og læriði fransku, þess að annars hefði það bara dáið rungri. Það bara neyddist til þess að læra tungumálið. En það ekki þannig lengur. Bæði eru frakkarnir kunna enskuna og þú dregur með þér allt þetta dót, tölvuna og þú dregur með þér gamla menningarheiminn með þér og getur lifað að hálfu liti í honum eða öllu liti. Já. Þóttu setja okkur allt öðrum stað. Og svo þetta gildir enskan. Ég á dóttur og tengdason sem eru í námi á Norðurlöndunum og þau eru náttúrulega í ensku málumhverfi líka vegna þess að það allt háskólanám sem þau taka þátt í er á ensku. Þannig að hvatinn fyrir þau til þess að læra og aðgengi að tungumálunum hefur tekið miklu lengri tíma heldur en kannski hefði gert þegar við vorum yngri. Því þá fórum menn bara og lærðu þetta tungumál strax. En til þín koma síðan börn af heimilum þar sem að íslenskan ekki fyrirferðarmikil, ekki töluð á heimilinu og kannski hvorki börninni og foreldrarnir í miklum samskiptum við íslenskan heim og þau koma til þín og hún Marta Viesorek, hún að vinna við það að kenna krökkum íslensku, ekki? Og hún var að lýsa því að það sem henni fannst að vera svo skamt sem kennt. Það svo lítil tími að þegar að krakkarnir fara og verður þá bara að fara inn í venjulegt nám að þá séður ekki komið með nægt vald á íslenskunni til þess að geta eiginlega meðtekið námið. Þannig að þá erum við að mikið sagt svíkja börnin það sem þau eru rétt á að fá fullnægjandi nám fyrir skattana sem að foreldrarnir borga. Það áreiðanlega rétt að við erum ekki að gera nægilega vel. Fyrirkomulagið í Reykjavík núna þannig að borgin hefur sett á stofn svo kallar móttökudeildir eða íslensku ver miðlægt í 4 hverfum borgarinnar. Þannig ef ég fæ nemanda sem 5., 7. upp í 10. bekk þá byrjum við á því að kynna þann möguleika fyrir foreldrum að nemandi geti fengið að vera í þessu íslensku veri í hugsanlega 3-9 mánuði, þar sem það stígur sín fyrstu skrif og fær svona dálítið massífa kennslu í íslensku, í raun og veru meiri kennslu heldur en við getum boðið á heimavelli. En barnið eða nemandinn strax samt tengdur við skólan. Í okkar tilfelli íslensku verið staðsett í Breiðholtsskóla, en nemandinn kemur í Fellaskóla að minnstakosti einn dag í viku og þar, þannig að hann hefur möguleika á því að byrja að tengjast nemendum þar sem hann mun stund að náma áfram. Svona rekur inn eina tána inn í bekki sem hann á síðan að fara inn í. Já, og þar hugsanlega geta myndast einhver tengsl milli hans og nýra félaga. Nú síðan innan skólans erum við með svona
veitt þá aðstoð. Við erum með íslensku veri inn í skólan líka, þar sem eru kennara sem að taka nemendur í tíma bara eins mikið og hægt fyrstu skrefin og fylgja þeim svo áfram og sem dæmi til dæmis á eldrastíðinu það nemendur sem eru svona nýlega konur, þeir læra nú yfirleitt ekki dönsku þannig að meðan þeir eiga verið dönsku tíma þá eru þeir í íslensku veru og fá þá aukna kennslu í íslensku. Við höfum líka nýtt fjármagn að hluta til þess að bæta við kennurum í árgangi eins og við varum að tala áðan til þess að það sé þá hægt að mæta þessum nemendum betur og í minni hópum og þar þá hlutverk viðkomandi kennari hverjum árgangi að skipuleggja það hvernig þeir nýta þessa auknu möguleika. Því miður hefum við ekki fjármagn til þess að geta gert það í öllum kennstundum en við höfum lagt á íslensku og stærðfræði svona sem megin atrið og svona aðalega þar. Og svo erum við að stefna því með að því við höfum verið að fá auki fyrir að við getum bætt viðbóta kennurum í stærri hópunum eftir því sem þau verða eldri. En ég alveg sammála við þyrftum að geta gert miklu betur. Og ættum að gera það vegna þess að þetta náttúrulega þetta sem sagt góð fjárfesting. Já. Að hindra það að kannski stæðsti hlutinn af börnunum sem að koma af heimilum sem ekki til íslenska séu að hrynja úr námi á framhaldsskólastiginu. Það hryllileg sóun. Það er auðvitað sóun og sko íslenskan aðgangur að íslensku samfélagi, við vitum það og menntastefna borgarinnar og í raun og veru stefna fellaskóla að allir nemendur geti látið drauma sína rætast og það þá okkar hlutverk að kenna þeim íslensku og efla þá á allan hátt þannig að þú fær ekki peningi sem þarf til þess. Ég fæ eitthvað fjö en ég gæti alveg nota meira fjö. Ég veit að þið hafi fengið svona auka framlög frá borginni og ég veit að þú ert í erfiðri stöðu sem skólastjóri að þú ert háður fjárveitingavaldinu. Já, svo borgin auðvitað í stappi við ríkið að ríkið sé að mismuna sveitarfélögunum. En niðurstaðan að við getum gert þetta mun betur. Já, við getum alltaf gert betur. Já, ok, þá vil ég spyrja sko erum að gera margt vel og höfum náð að breyta starfsháttum og efla þá undanfarin ár. Við höfum í fellaskóla unnið til dæmis mjög merkilegt verkefni með leikskólinn hverfisins. Þar sem að við erum með verkefnistjóra í læsi og mál og læsi eins og við köllum það og erum í mjög öflugu samstarfi við leikskólinn hverfinu að samræma og breyta vinnubröðum á báðum skólastjónum. Því að þetta undirstaðan lögð á leikskólastíginu og það væri kannski akkuraði til þess fyrir okkur að það yrði bara tekin upp skólaskyldi í leikskóla en við næðum til þessara barna bara eins fljótt og hægt og þetta að skila árangri árangur í lestri og frammistaða á svona skimunarprófum í leikskóla varðandi málþroska hefur batnað, þörf fyrir sérstaka þjónustu hefur minnkað og þetta að sýna okkur að það er margt hægt að gera. Og það er margt vel gert. Ég var nú með hann í Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins spjalli í vikunni. Ég held að hann hafa nú sagt það með eftirspjalli, ég man ekki hvort við útvarpið því að hann var að segja að þið fengið svona heimsókn sem að vera hæleikur, hvað þið gerðu margt vel í fellaskóla og þóttum að segja að tala um það sem að við getum gert betur, að í því felst ekki gagnrýni allt sé ómúlega gert. Nei, og við erum alltaf að passa það líka vegna þess að við, hvernig tölum við hlutina, erum við að tala á niður eða erum við að tala á upp? Já, en við verum eins og að horfast í augu við hver staðan og hversu stórt verkefnið það er mörg verkefni sem við erum með í íslensku samfélagi sem að við ættum að líta á sem stór verkefni. Ég get bara tekið eitthvað dæmi langt frá skólunum sem bara eins og húsnæðismálin og þú þekkir umræðinu það og það er gríðarlegt vandamál að margir í mikilli húsnæðiskreppu, fólk sem bara getur ekki eignast heimili, fólk sem er með allt og háan húsnæðiskostnað og svo koma stjórnvöld alltaf reglulega og segja að gera eitthvað og það er eitthvað svo mikið smáatrið að það maður bara undrast að hafa dirfast að koma og leggja það fram. Ég er ekki að segja staðan sér þannig í fellaskóla en við verðum samt að geta rætt um það, er þetta bara
stærstu verkefnum sem að við stöndum frammi fyrir sem samfélag það hvernig við ætlum að aðlaga skólan okkar að því að geta tekið á móti börnum sem að lifa mjög litlu leyti út í mjög litlu leyti í íslensku málsamfélagi. Hvernig er leikskóla, þú nefna leikskóluna, hvernig er leikskóli þar sem að kannski eru bara 5 börn af 18 í hóp sem að tala íslensku heima á sér? Það lítur að vera bara einhver við þurfum að gera hlutin einhvern veginn allt öðru í seldur og voru vön að gera fyrir 20 árum. Já, þetta kallar á breytt vinnubröð og svo erum við kannski, eins og ég nefndi áðan, þetta svona samfélagslegt verkefni og mér finnst rík ástæða að leggja áherslu á það. En svo verðum við, maður ekki gleyma því líka að inn í því að vera í þessum fjölbreytileika eru líka tækifæri fyrir okkur sem eru sko af íslenskum uppruna að við auðvitað fáum aðra reynslu, annað uppeldi og lærum aðra hluti heldur en þá kannski sá aðli sem elst bara upp í svona einlitu umhverfi. Já, bara besta leiðin til þess að alast upp, til þess að hafa getu til þess að taka þátt í lýðræðslegu samfélagi ábyggilega búið upp í Breiðholti og þér. Það er allavega ekki gott að vera í flataskóla eða hvað reyta þetta í Garðabænum, þar sem eru kannski bara 4% innflytjendur. Þú verður náttúrulega halvanhæfur til þess að taka þátt í samfélaginu þegar þú kemur út úr svo einsleitu umhverfi. Já, við getum sagt allavega að þessu leitun til er okkar fólk vel undirbúið undir þáttöku í framtíðarsamfélaginu í Íslandi. Já, svo framalega sem að brestur ekki, þannig að það verði þannig að sko krakkarnir sem eru erlendum uppruna útskrifast frá þér og þeir bara ráða ekki við framhaldsskólan vegna þess að þau kom ekki nógu sterk til leiks. Eða þá að framhaldsskólinn er ekki til í að aðlaga sig að þeirra getu eða þörfum. Já, þeir verða náttúrulega svara fyrir það. Við höfum vonum það og svona aðstöðum okkar nemendur þegar þeir til að fara frá okkur hvar er best hvar við teljum líklegast fái bestu þjónustuna og það eru sumir skólar sem eru með alveg sérstaklega þjónustu við og að kenna íslensku svona sem í meira mæli en aðrir og við reynum að beina þá nemendum þangað. Við höfum líka mörg dæmi það að okkar nemendur sé að ná bara afbragðsárangri í framhaldsskóla en auðvitað höfum við rannsóknir, eldri rannsóknir sem sýna að brottfall úr framhaldsskólum er meira í þessum hópi heldur en gengur og gerist. Það væri athyglisvert að vita að því að nú vitum við að stytting framhaldsskólan virðist hafa dregið úr brottfalli ef ég hef skilið umræðina rétt. Og þá væri gaman að vita sko hvort að það væri það sama sem gilt þennan hóp, hvort að hann fylgdi þá í með eða hvernig það væri og væri gaman bara að fá upplýsingar það. Því að það skiptir okkur máli að við reynum svona, við höfum náttúrulega ekki yfirlit yfir þannig, við reynum að svona vita hvað verður okkur fólk ef það er nokkuð kostur en það er þetta ekki auðvelt. Nei. Herðu, en fyrir þá sem ekki búi upp í Breiðholti og ekki í fellaskóla, hvað getur gefið svona myndað í hvernig sko nemendahópurinn er samsettur? Hjá okkur? Já, sko það við mögum ekki gleyma því að þó að sko í mínu skóla sé fjöltingi mjög ríkjandi, þá þetta mjög margir af þessum nemendur sem eru fæddir á Íslandi, sem eru þá önnur, hugsanlega jafnvel þriðja kynslóð innflytjenda og hafa því verið í íslensku málumhverfi frá upphafi og tala mörg bara ágæta íslensku þannig að en fjölbreytileikinn er töluverður. Við erum með kannski nemendur sem að tala eða er í málumhverfi 25-30 tungumála svona hverju sinni og þetta eru margir sem að hafa íslensku sem móður eða föðumálu hafa hugsanlega annað mál á heiminum líka. Þannig að fjölbreytileikinn og það er ekki þetta að segja að það sé ekki bara eitt sem er svona reglan eða ríkjandi í því hvernig aðstæði nemendur eru á þessu leitinu. Hvað heldur þessi stór hluti af nemendunum þar sem að koma á heimilu þar sem að íslenska er töluð á heimilinu af fullmælandi foreldrum, báðum? Mér heyrði þetta svona eðverð að þetta væri bara sko 15-20%. Það gæti verið eitthvað svona nálægt í 20% nefnda sem kemur semst frá slíkum heimilum og svo til viðbótar er þá þessi sem að koma frá heimilum þar sem að er hugsanlega annað tungumálið íslenska og hitt eitthvað annað og svo til viðbótar auðvitað er hópur sem að er eins og ég sagði án fæddur á Íslandi, alist upp hér
frá upphafi eða komið annað, mjög snemma. Annað tungumál á heimilinu og foreldrarnir svona misgóður í íslensku en börnin kannski betri eins og oft innflytjendur. Þannig var það í Brooklyn í gamla daga, amman frá Grikklandi, hún talaði bara grísku og foreldrarnir með þykkum hreim en börnin voru töluð eins og Ameríkanar. Já, það bara... En þetta svo í okkur að sko börnin sko tali ekki íslensku eins og Íslendingar, heldur tali eitthvað svona samblanda af íslensku og ensku. Já, það bara þekkjum við þróun tungumála, alls þar sem tungumál blandast, þar breytist orðaforði og verða, þekki dæmi það bara frá Norðurlöndunum í ákveðnum hverfum í höfuðborgunum þar hefur orðið til einhver tungumála. Það eru við að tala svona miklu meiri fjölda sko, heldur hjá okkur. Við erum ekki sérstaklega stór skóli, 360-70 nemtur í 10 bekkjum eða 10 árgangum. Já, hvað margir bekkir í árgangi? Sko, við köllum nú bara hvern árgang svona 1 bekk í sjálfu sér en oftast eru 2 kennarar í árgangi að lágmarki. Ég var í þessu skóla þegar ég var 14 ára held ég. Þá var ég hef sagt það hérna, held ég að sagt það í gær, að ég var í bekk sem var samsettur af öllum krökkunum sem sóttu með einu degi og seint í skólanum. Þá var fellahverfið að vaksa svo hratt sko. Já. Það dugði í heilan bekk. Já, dugði í heilan bekk. Já. Og við fengum náttúrulega kennarana sem hefðu annars ekki verið ráðnir. Það voru kostulegi kennarar. Fyrst og fremst 2 drengir sem voru áberandi í fylkingun á sín tíma. Bjarni Guðmundsson og Pétur Þrývinsson, dásamlegi menn, en ekki sérstaklega undir það búnir að vera kennarar. En þannig að Fellahverfi hefur áður verið svona umbreytinga hverfi mikið. Og ég held að með minnir það, ég þori nú ekki alveg í minningunni þá held ég að þetta hafi verið 9. bekkurinn í Árvakró. Já. Sko, skólinn var 2 eða 3 setin. Sko, mér skilst að skólinn hafi á sinn tíma verið 3 setin einhver leiti og þegar flest var þá held ég að nemendur hafi verið eitthvað 1600 sem dæmalaus fjöldi í einum grunnskóla og ég man Fellahverfið í uppbyggingu, ég var sjálfur í Langholtsskóla og svo var stöðugur straumur úr skólanum upp í Breiðholt, neðra og efra þar sem að fólk var að fjárfesta í húsnæði og svo framvegis og þannig ég þekkti á þeim tíma mjög marga sem hefðu flust þarna upp, þannig að þetta var svona mikil umbreytingatími og kannski yfir svona hverfið, við kannski munum nú öll svona blaðafréttir af einhverjum óerðum milli hverfa í Breiðholtunum eitthvað þess áttar og þessi stimpilli kannski aldrei almennilega farið af hverfinu þrátt fyrir að allavega þann tíma sem ég verið í skólan þá var svona mestuleiti bara verið þarna til dæla lokmáttla varandi hegðun nemenda og þess áttar. Þannig að við erum ekki að glíma við neinn slík vandamál. Ekki þá í meira mæli heldur en bara annar staðar. Það voru á sínu tíma, ég man ekki, það var í einhverjum þessum umræðum okkar á Breiðholtið að þá var fólk að rifja upp þegar kannski fyrir svona kringu 1980 að þá voru það voru orustur á milli Fellahverfisins og Seljakverfisins sem var samkomulag í fjölmiðlum að segja ekki frá af því óttinn var það að þetta myndi breiðast út og verða bara og það var löngu áður en það voru nokkri innflytjendur annað frá. Já, og það segir okkur bara að vandamál fylgja ekki innflytjendum eða ekki innflytjendum, bara vandamál geta fylgt fólki og aðstæðum þess en ekki. Það þetta með íslenskuna sem að verður sérstakt vandamál sem að Já, og ég vil kannski horfa á þetta bara sem verkefni, við verðum að takast á við það og kannski erum við líka bara að glíma við það sem samfélag að þetta gerir svo hratt að við eigum kannski ekki nægilega bara þekkingu í landinu bara til þess að takast á við það. Háskólarnir eru að mennta kennaranema og þar hugsanlega kannski ekki eldur nægileg þekking. Við höfum verið duglega að fara í ferðir erlendi svona til þess að vita hvernig aðrar þjóðir eru að fást við þessa hluti og ég kom í skóla á Norðurlöndum þar sem það er miklu hærra hlutfalla innflytjendum og þar eru menn að ná árangri og við erum að reyna að læra þeim hvað er það sem
skiptir máli og þá erum við að horfa á framkvæmd kennslu fyrst og fremst að hún sé markviss og þú horfir á nemendahópin og reynir svona að finna út hverja þarfirnar eru eins þú gerir í hverjum öðrum nemendahópi. En auðvitað, stóra málið við þurfum að kenna íslenskuna í ríkara mæli og taka kannski meiri tíma almennt séð í íslensku kennslu heldur en til þess að miðla námsefninu að öðru leyti eins og var verið að nefna dæmi þarna úr Ellisvæni en það virðist nú ekki vera okkar nemendur hafa verið undirbúnir undir framhaldsskóla heldur en gengur og gerist með svona það sem ég þekki allavega þeim sem er að ná árangri. Það eru nemendur að fara frá okkur sem að bara ná afbragðs árangri í framhaldsskóla. Jú, en það er erfitt að draga ályktina út frá því. Það er auðvitað bara hluti af hópnum. Og eitt sleppi að þá er ekki... Já, og ég vil einfallega bara segja þetta er hægt og líka, auðvitað veldu líka á þeim sko, sem að á nemandunum sjálfum, sko, hversu mikinn stuðning heiman frá fær hann til þess að læra íslenskunum. Þá er ekki bara að tala sko, auðvitað foreldrar sem koma frá Pólandi erfitt með að kenna nemandunum íslenskunum. En hvaða viðþorf er ríkjandi á heimilinu, gagnvart náminu og svo framvegis. Það er auðvitað líka hlutur sem skiptir máli. Ertu komin, allar að setja staði í íslensku samfélagi, er umræðan heiman við ætlum að fara eftir 2-3 ár. Hver er hvatinn? Við ætlum að flytja til Kanada. Eða er fólk komið til þess að setja stað og maður finnur alveg aðeins mun þarna á milli heimila. En þessi... eins og ávið innflytjendur bara alls þar í heiminum, þetta með að vera tímabundið og ég sem að bara Íslendingar sem hafa búið erlendis þekkja þetta, að allt í einu ertu búin að vera sko 10 ár og þú ætlaði bara að vera 2. Já, ég held þetta sé bara... Það er börnir sem að koma þaðan að það verður samt að vera eitthvað svona leið á því hvað við að gera við þau. Já. Og þetta er bara veruleikin okkar, ég er ekki að gagnrýna þetta viðþorf, ég held þetta sé bara mjög eðlilegt, því að við finnum öll fyrir því hvað ræturnar okkar liggja og við verðum að bera virðingu fyrir því og þess vegna verðum við líka að bera virðingu fyrir uppruna okkar nemenda og Dóttir mín var í svona íslensku veri þegar við byggum í Frakklandi, það var náttúrulega fransku ver, þar sem að innflytjendabörnin komu inn og þá var hún hálfuleiti inn í því en hálfuleiti inn í bekknum og fór á milli og fekk svo stuðning inn í nýbúa bekknum til þess að læra námið og virtist vera svona haldið utanum þetta vel. Það var ekki svona stórt hlutfall eins og er upp í Fellaskóla, þetta var upp í Montmartre en það voru alls konar fólk alls staðar áður á heiminum eins og á við í svona nútíma stórborgum. En þar voru meðal annars rómafólk, börn sem voru tekið þarna inn í það nám og það er svona dæmi svona börn sem að má reikna með að svo fari bara eitthvað eða vera alltaf. Við gengu fram hjá eina stúlkuna sem var síðan síðdegis að betla með móður sinni út á götu. En það var samt sko eitthvað svona aðferð við að halda námi að barninu. Já. Og þetta er bara verkefni okkar, við erum með þessu börn og eigum að koma þeim til manns og eigum að kenna þeim íslensku og við þurfum að bara endurskoða þetta sem samfélag, hvernig ætlum við að takast á við þetta verkefni. Inn í því eru skólarnir, inn í því eru aðrar stofnanir samfélagsins, inn í því er atvinnulífið. Því ég held að sko upp í staði þá næst þetta ekki, við náum ekki árangri fyrir við verðum sammála svona hvernig við getum gert þetta saman sem stórt verkefni. Sko við erum ágætt skóla í Fellaskóla, það er nefndum mæta þar á mótnana og þeir eiga bara sinn skóladag og þeim líður vel eða illa í skólan, svona bara eins og held ég nefndum í öðrum skólum, við reynum að hlúa þeim og að þeim líði sem best og kenna þeim og svo framvegis. En það er margt annað sem við gerum sko líka að því ég tala um þetta sem samfélagslegt verkefni, foreldrar koma til okkar og við svona reynum að íta á það að nefndu taki þátt í tómstundastarfi, íþróttum og svo framvegis vegna þess að eftir því sem meiri þáttakandi í samfélaginu þess meiri líkur er að þú lærir tungumálið og það er auðvitað líka bara hluti að aðlugun að samfélaginu. Svo erum við að fást við fólk sem að
kemur með aðrar hugmyndir, aðra menningu og þetta bara daginn þegar ég var með arabískan túl sem sagði mér, já við eigum ekkert hugtak yfir frístundaheimili. Því að það bara eitthvað sem ekki þekkt í okkar í menningu, við gerum þetta einhvern veginn öðruvísi. Þannig að það er meira lagt upp úr fjölskyldunni. Fjölskyldan bara heldur saman og styður við. Og eldri systkini hafa ábyrgð gagnvart yngri systkinum og hverja sem þekkt víða. Þannig að meira áherslu lögð á víða annars þar en hér. Já, þó eins og segja, og við erum að kenna íslensku og við erum líka þetta fást bara við sem samfélag að við erum að fá inn fólk með annað menningarlegan bakgrunn og það þarf líka aðlagast og ég held að sé mikilvægt að við verðum líka átt okkur því að fólk þarf tíma. Okkar nemendur þurfa tíma til þess að læra tungumálið, þeir þurfa tíma til þess að aðlaga samfélaginu og ef við styðjum vel við það, ef við vinnum með þeim, þá gerist það. Við höfum verið með átaksverkefni í skólan til dæmis, þar sem við erum að nota tónlist svona til þess að styðja við nemendur á breiðum grundvelli, það þetta bara valdefling að fá tækifæri til þess að læra á hljóðfærið og nota hljóðfærið og svo framvegis. Það iðka tónlist styður almennt sér við málþroska, þannig að það er svona hluta markmiðunum. Og við höfum sett í þetta ákveðin starfskraft sem að sinnir þessu og það hefur leitt til þess að á örfáum árum þá erum við með allt í einu í staðin fyrir kannski örfáum nemendur sem í tónlistanámi þá eru þeir núna skiptaðir tugum. En þetta er svona píldið svona maður og mannvinna. Því það þarf að hitta foreldra, það þarf að selja þeim hugmyndina. Yfirleitt gengur það vel því að sko þegar foreldra fá réttar upplýsingar og í ró og næði farið yfir hvaða möguleikar eru samfélagin þá er þau tilbúin til þess eins og annað. En oft er það þannig að foreldrarnir, þeir hafa ekki upplýsingarna, þeir hafa ekki aðgangi að upplýsingunum, þeir hafa náð kannski verri og eða minni tökum á tungumálinu. Þannig að þetta er svona, það er svo margt að gera en það mætti gera meira. Það mætti gera meira. Reyna allt og halda því svo gott. Já, og við höfum ísar fyrirmyndir. Og oft gerist þetta bara, ég veit ekki hvað þetta segja svona á gólfinu, en oft gerist þetta bara í einhverjum svona galdri, í einhverju tónlistarkennarinn eða þá sem að kenna körfubolta eða svo sem að gera eitthvað. Já, þetta er ekki allt hérna á glærusýningunum sem við leysum ekki alltaf landin. Og þetta skiptir máli veldur hver og heldur að við séum með gott starfsfólk sem að næra árangur og í okkar tilfelli erum við heppin, hvað það snertir. Það er eitt sem það bara varandi sko hversu mikilvægt og stórt verkefni þetta er. Marta nefndi það til dæmis í gæra að þetta var allt og skammu tími þarna, þetta íslensku nám í upphafi og sá þetta fyrir sig lengra og þær tóku báðar síðan undir það að okkur höfum við ekki bara skólaskyldu á þá sá ég þetta fyrir mér að krakkandi færu síðan í skólan og kæmi svo aftur í íslensku verið og fengi þá aðstoð við heimanám og það verið bara horst í augu við að sumir þyrfti bara að vera lengur í skólanum að því að Djarfastur var Eðvar sko þegar fannst mér vera að reyna að lýsa því hvað það væri stórt vandamál að ég held að hann hafi nefnt sko bara skúlbósing að þá var hugmyndin skólalóðina hvað er lítil íslensku stuðningur í henni að það væri hægt að fara með eitthvað hluta krökkunum bara í skóla þar sem að væri meiri íslensku stuðningur á skólalóðinni. Ég veit ekki hvort það var að leggja þetta til í alvörunni eða hvort það var að leggja áherslu á orð sín yfir það hvað það væri þú kannast við þetta stundu þarf maður að bara benda á það að þetta vandamál er svo stórt að við ættum að vera að tala um sko afgerandi stóra lausnir. Já, við skulum bara tala um stóra lausnir. Ég held að við séum nú bara sammála um það eins og ég hef verið að reyna að benda á að þetta er samfélagslegt verkefni og ég held að við ættum að reyna að tala um þetta sem verkefni og vandamál ef við verðum ekki búin að leysa eftir 10 ára. Við erum kannski sko svo nýfarin af stað yfir fljótið sko. Við erum ennþá í ánni og erum svona bara að reyna að átta okkur á því hvar við stöndum. Hljómar ekki vel, hljómar eins og það sé mesta líkur að við drugnum en það. Nei, þetta er grunnt vatn sko, en það er svona komið smá flóð í það sko. Og að því að við verum þetta átta okkur á því að það er gríðarlega auðlegð fólkin í þessum nýju Íslendingu sem við verum að fá. Þetta fólk hefur annan bakgrunn og aðra reynslu og það mun þegar fram í sækir áranlega auðga samfélag okkar
og gefa okkur aukinn tækifæri til að taka á í nýja veröld. Því heimurinn auðvitað smækka. Við höfum í áratugi fundist það mjög eðlilegt það ekki. Þú talar að þú hafa verið í Fraklandi, væntanlega í námi og svo framvegis. Nei, ég var nú bara þarna efri árum, en alltaf. Já, allt í lagi, en ég meina það þessi möguleikar. Okkur finnst algjörlega sjálfsagt að við förum út og lifum í öðrum löndum eða sækjum okkur þekkingu eða vinnum eða hvað annað hvaða önnur verkefni sem okkur bjóðast og við höfum að taka þessum fjölbreytileika fagnandi en við þurfum svo sannarlega að leggja áherslu á að mæta þeim og ég var nú bara að koma að fundi þar sem var verið að kynna svona áhersluverkefni hjá nýri stofnum Miðstöð menntunar og skólaþróunar og þar var áherslan til dæmis á varðandi námsefnisgerð þetta ár og næsta fyrir ekki þetta ár og síðasta allavega í 2 ár lögð mest áhersla á kennsluefni fyrir í ísati, íslenska sem annað tungumál. Þannig að ég held að menn séu núna svona að átta sig á að verkefni þarf aukinn stuðning og eins og segir borgin með íslensku verum og með því að reyna fyrir sitt leyti að sækja fjármagn annað í gegnum jöfnunarsjóðinn og til þess að efla námið og það er mjög sérstakt að við förum yfir eitt læk og þá allt annað fjárhagslegt umhverfi hér á höfuðborgarsvæðinu á þess að ég hafi nú mikla þekking á því hvernig það er deila milli borgarinnar og ríkisins jöfnunarsjóðinn það sem að borgin hefur ekki fengið það sem lítið svo á og hún sé bara svo sterk að hún geti séð þetta en svo getur fengið styrkin í Garðabænum það sem þeir kjósa ekki einu svona innefta fullt útsvar fullt útsvar og þetta kannski verið ákveðið fyrir einhverjum áratugum síðan og verið eðlilegt á þeim tíma en mér finnst ekkert óeðlilegt að menn setjist niður og spyrji sig hvað hefur gerst síðan þá og er eðlilegt að sveitarfélagið eða sveitarfélögin standi ein uppi með þetta verkefni ég er ekki alveg viss það ég held að ríkisvaldi verði að styðja við þetta við höfum líka að horfa á það að þetta fólk innflytjendur þau standa undir okkar lífskjörum og þetta er nauðsynlegt að við fáum þetta fólk inn í landið og við þurfum þá saman að takast á við að taka vel á móti þeim. Standa ekki bara undir ferðaþjónustun og byggingariðinum heldur öllum grunnkerfunum, það er ekki hægt að reka heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða nokkuð skapaðan hlut á þessa fólks. Það er gríðarleg verðmæti í þessu, við heyrum stjórnmálamenn að vera að tala áhyggjur yfir öldru þjóðarinnar, þannig náttúrulega bara æsku þrótturinn sem er góð áhrif í íslenskt samfélag og svo þegar þú bendir á að það er náttúrulega gríðarleg verðmæti í því ef að þetta fólk verður hluta í íslensku samfélagi þá erum við komin náttúrulega með tengsl út allan heim í gegnum bara persónulegt líf þessa fólks sem skapar okkur óendanleg tækifæri. Já, hugsaðu bara auðleginu í tungumálunum en eftir eina kynslóð þá verðum við bara með fjölda fólks sem að talar íslensku jafnvel og arabísku eða pólsku eða kínversku eða hvað annað. Þetta eru stórkostlega möguleikar. En þá á meðan við þurfum að hjálpa þeim að ná árangri í íslensku skólakerfi. Þetta gengur vel ef við okkur takist að rækta með okkur fyrirhyggju sem við erum ekki sérlega góð í. Þetta viljum oft líta á að þetta reddist og það á ekki við þetta. Ef ekki bara segja við sjöum þetta en þá þar að við heldum þetta reddaðist en það kannski reddaðist ekki eins vel og við heldum en kannski kom þetta bara aftan á okkur fyrst og fremst. Ég hef alveg trúið að við eins og ég sagði við þurfum ákveðna þekkingu, við þurfum að byggja þessa þekkingu upp, menn eru á fullu að því en það tekur auðvitað tíma og meðan erum við með nemendur sem við þurfum auðvitað að gera tilraunir með og finna bestu leiðirnar. Helgi, kæra þakki fyrir að koma hingað og spjalla Fellaskóla, skóla þinn en líka Breiðholtið frá og svona áskoranir og tækifæri sem að tala nú eins og gert er á svona ráðstöðum upp í Breiðholti. Takk sömuleiðis. Ég ætla eins og að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Efling kynnir eldri borgarakaffi Eflingar. Sunnudaginn 27. maí verður kaffiboð fyrir Eflingarfélaga 70 ára og eldri. Boði verður upp á kaffi og veitingar auk þess sem hljómsveit leikur fyrir dansi klukkan 14:30 í Gullhamrum í Grafarholti. Hægt að ná í miða á skrifstofu Eflingar frá 13. til 21. maí. Þér velkomið að bjóða einum með. Efling stéttarfélag.
Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is